Hæfnisetur ferðaþjónustunnar, Samtök ferðaþjónustunnar og markaðsstofur landshlutana kynna þáttinn í stuttu máli. Ég heiti Bryndís Skarphéðinsdóttir og starfsmaður Hæfniseturs ferðaþjónustunnar og hjá mér í dag komin hún Stefanía Hildur Ásmundsdóttir, starfsmaður og ráðgjafi hjá Hagvangi. Velkomin Stefanía. Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér. Takk kærlega fyrir að koma. Mín ánægja. Og þú varst líka hérna hjá okkur á Menntamorgni ferðaþjónustunnar og þar varst að segja stjórnendum frá því hvernig hægt sé að undirbúa fyrir atvinnuviðtöl. Akkurat. Ég var aðeins til að heyra meira það. Hvað ber að hafa í huga þegar verið að undirbúa atvinnuviðtöl? Það er stórt spurt mitt og eins og ég kom inn á fyrirlesturinn, þetta væri þetta efni í bara heilan masters áfanga en svona þegar við erum að fara inn í ráðningu þá er undirbúningurinn lykilatriði og það á ekkert síður við viðtölin sem slík að vera búin að undirbúa eitthvað svona ákveðin staðlaðan viðtalsramma og hafa viðtölin svona kerfisbundin. Það hefur miklu meira vægi að vera með kerfisbundin viðtöl heldur en ef þetta er bara svona líflegt spjall, það er líka stundum nauðsynlegt sko. En að vera búin að undirbúa viðtalsramma og fara í gegnum það hvað þú þarft að vita áður nú ferðin í viðtölin. Já, svo þetta svona óformlega spjall sem stundum kemur í atvinnuviðtölum, það geti kannski komið ákveðið hlutleysi að hlut svona bæjast þar inn og hvernig ætlum við að gæta að hlutleysinu og jafnrétti í viðtölum? Í svona ráðningaferlinu í heild sinni. Þetta er eitthvað sem maður þarf stöðugt að vera meðvitaður og við sem erum í ráðningunum alla daga reynum að hugsa vegna þess að þetta getur haft töluverð áhrif á okkar skoðun. Við þetta eigum okkar upplifun sem manneskjur og það hefur áhrif þegar við förum inn í viðtöl. Að reyna að skilja þá upplifun eftir fyrir utan og þar er algeng mistök að vera bara búin að taka ákvörðun áður en þú ert að fara inn í viðtal, bara út frá ferilskráni. Og það er svona það sem er kallað í fræðunum confirmation bias, þar sem að þú ert bara búin að gera upp huginn þinn og þá heyrirðu bara það sem að í rauninni staðfestir þína skoðun og horfir lítið svo kannski fram hjá mikilvægum atriðum sem að geta haft áhrif á þína skoðun. Eða svona eins og við talum líka extrovert bias, að við svona löðumst að fólki sem er þessi félagslinda, opna, hressa típa, en það er kannski ekkert endilega sá eiginleiki sem skiptir máli fyrir þetta starf. Þannig að líka bara hvet fólk til að fræðast og fara aðeins og googla og lesa til svona þessar hlutregni sem við eigum til öll okkar eiga í okkur sko. Já, og kannski líka vera búin að skilgreina hvað er hæfnin sem þarf í þetta starf og er ég að leita eftir því en ekki bara hvort að það sé góða orka á milli í samtalinu. Já, nákvæmlega, út af því að það getur verið ansi blekkjandi líka ef að viðkomandi er mjög líkur þér og þið er gott flæði og gott samtal en við erum svona þá að horfa kannski fram hjá hlutum sem að skipta meira máli og hafa meira vægi fyrir þetta hlutverk. Þannig að það er mjög mikilvægt. Já. Og hvað með umsækjendur sem að fá ekki starfið? Hvaða máli skiptir þeirra upplifun á ferlinu? Já, það er auðvitað partur af starfinu að það er alltaf einhverjir sem fá ekki starfið og maður þarf að hafna þeim en ég tel að það sé ekki síður mikilvægt að þeirra upplifun sé jákvæð vegna þess að vinnustaðurinn er vörumerki og út á við þá skiptir það máli að fólk fari heim með jákvæða upplifun vegna þess að fólk tala saman og það fréttist og hver veit nema þú viljir ráða þennan aðila seinna í starf. Þannig að það er mjög mikilvægt bara og að sjálfsögðu þetta við bara allt að koma vel fram og taka vel á móti öllum sem er að gefa sér tíma í að koma og spjalla við okkur. Og þannig er líka bara markaðurinn í dag, það er tiltölulega lítið atvinnuleysi og bara stundum erfitt að fá flott fólk og fólk hefur mikið af möguleikum og mikið af störfum sem getur valið úr og þá bara skiptir máli að vinnustaður sé aðlaðandi og fólk vilji vinna hjá þér. Það bara hefur svona aðdráttarafl fyrir hæfileikaríka aðila. Já, það er alveg rétt. En hvernig getum við fengið réttu manneskjunni í starfi? Er einhver tíma að rétta manneskjunni í starfi? Er hægt að taka einhver skref til að reyna? Já, það er auðvitað kannski ekki hægt að tryggja það að þú ráðir alltaf rétt aðilann. En það er ýmislegt sem við getum gert og þá er það aðalega bara að blanda saman svona ólíkum matsaðferðum og reyna að hafa í huga þegar þú ert að fara inn í viðtalið inn í ferli sig að
fá sem flest púsl inn í heildarmyndina, hafa stöðlu viðtöl, hringi eftir umsögnum, fá viðkomandi til að jafnvel vinna eitthvað svona raunhæft verkefni og og svona taka öll þessi skref sem við getum tekið sem hjálpa okkur að taka upplýsta ákvörðun hvernig það á að ráða. Já, og nota svona einmitt dæmi hvaða reynslu þau hafa að gefa skýrt dæmi. Já, það hefur ansi mikið forspárgildi að heyra frá hvernig viðkomandi hegðaði sér í fyrra starfi vegna þess að viðkomandi líklega til að hegða sér á svipaðan hátt í svipum aðstæðum seinna meir. Þannig getum við nýtt viðtölin á svona kerfisbundin hátt til að fá sem besta mynd á viðkomandi. Takk kærlega, Stefanía, fyrir að koma til okkar. Bara mín ánægðin, takk fyrir að hafa mig. Og ég vil minna ykkur sem erum að horfa á að kíkja á heimasíðuna hæfni.is og þar er að finna mikið af fræðslu og stuðningsefni og kíkja líka á upptökuna að Mentamorni, þar sem þú getur heyrt meira hvað Stefanía hefur að segja. Takk fyrir áhorfið.